Og þá er komið að síðasta liða dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra og það er Ásthildur Sturludóttir sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka það traust sem mér hefur verið sýnt að vera ráðin hér sem bæjarstjóri. Ég þakka traust bæjarfulltrúa að samþykkja ráðningarsamning minn 11.0. Það er mikils virði. Mér langaði til þess að aðeins að segja ykkur frá því hvað hefur verið að gerast núna síðastliðin misseri sem ég tók til starfa, en það hefur verið ansi annarsamt hjá bæjarstjóra undanfarið og mér sýnist það engan enda ætla að taka. En svo ég nefni það fyrsta, þá var það 25. ágúst og ég hefi nú ekki verið tekin formlega við, þá var mér falið að opna listasafnið aftur eftir formlega eftir miklar endurbætur og var það sérstaklega ánægilegt að fá það tækifæri að gera það. Nú formlega lyklaskipti áttu sér stað föstudaginn 14. september og var föstudagurinn valinn því að ekki er gott að hefja störf á mánudegi. Nú þriðjudaginn 18. september í fyrstu viku í starfi þá undirritaði ég samning við Skákskóla Íslands og Skákskóla Norðurlands um skákkennslu í grunnskólum bæjarins og það var sömuleiðis afar ánægilegt. Þriðjudaginn 18. september sat ég árlegan samráðsfund með lögreglunni. Þar er lögreglustjóra, yfirlögregluþjóni og varðstjóra og fræddist starf lögreglunar á Norðurlandi, þeirra daglegu verkefni og vinnustaðinn sem slíkan. Og það var mjög áhugavert. Miðvikudaginn 19. september fengum við afar góða heimsókn frá færeyskum atvinnurekendum sem sett upp sýningu í Hofi og var það skipulagt af færeysku sendiskrifstofunni í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og bauð bæjarstjórn þeim síðar í móttöku. Og það var sérstaklega ánægilegt að sjá það hversu blómlegt atvinnulífið er í Færeyjum og hversu mikil samskipti við eigum við Færeyinga og ekki síst hér á Akureyri. Og ég held að þar liggi fjölmörg tækifæri fyrir fyrirtæki í Eyjafirði og ekki síður fyrir færeysk fyrirtæki hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Þann 20. september þá kom kínverski sendiherrann í heimsókn ásamt konu sinni og starfsmönnum ráðuneytisins og áttu við gott samtal. Þetta var hans fyrsta heimsókn til Akureyrar síðan hann tók við starfi sendiherra en ekki hans fyrsta heimsókn til Akureyrar því að hann var búsettur hér á 9. áratugnum og lærði íslensku og var þetta ákaflega skemmtilegt fyrir hann að koma aftur og sjá hversu bærinn hefur vaxið á þessu tímabili og hann var sérstaklega orð á því. Nú hann óskaði sérstaklega eftir því að við myndum starfa saman að hagsmunamálum sameiginlegum og ég held að þarna séu sömuleiðis fjölmörg tækifæri. Nú ég hef verið að leggja áherslu á að heimsækja stofnanir bæjarins. Það er mikilvægt fyrir bæjarstjórann að þekkja starfsemi bæjarins, þekkja stofnanir, þekkja stjórnendur og kynnast starfsfólkinu og sjá hvað er í gangi. Ég er nú þegar búin að heimsækja Lundarskóla, Kiðagil, Hof, Tónlistarskólann, fjölskyldusvið og búsetusvið og fleiri heimsóknir eru áætlaðar og fyrir mig er þetta lærdómsríkt að heimsækja fólkið, heyra hvað á því brennur og hvaða starfsemi fer fram í þessu glæsilega sveitarfélagi. Nú 24. október þá hittum við Hilda Jana Bjarna Jónsson, forstjóra sjúkrahússins á Akureyri og fárum yfir sameiginleg málefni og hagsmuni sjúkrahússins. Þá var landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga í síðustu viku og það satt ég sömuleiðis. Og síðastliðinn föstudag þá áttum við Embla Eir Oddsdóttir hjá Norðurslóðanetinu fund þar sem hún kynnti mér norðurslóðamálin og fórum við yfir þau atriði snúa að Akureyrarbæ en ekki síður ræddum við komandi heimsókn utanríkisráðherra Finnland sem verður hér 8. október ásamt íslenska utanríkisráðherranum. Og ég held að það sé mjög mikilvæg heimsókn og þar sem við munum ræða sameiginlega snertifleti og málefni norðurslóðanna. Og svo enduðum við vikuna á því að fara í óvissuferð með starfsfólkinu og það þarf ekki að taka það fram hversu skemmtilegt það verður. En
sömuleiðis síðan ég hóf störf þá hefur verið töluvert viðtöl við íbúa og það alltaf stór hluti af starfi bæjarstjóra og einkar ánægjulegur. Takk. Við þökkum bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir þessa yfirferð og þá dagskrá tæmd og eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa 20. september, bæjarráð 27. september, frístundaráð 19. september, fræðsluráð 17. og 24. september, kjarasamninganefnd 24. september, skipulagsráð 19. og 27. september, stjórn Akureyrarstofu 19. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. og 21. september og velferðaráð 19. og 27. september. Hægt að nálgast fundargerðirnar á heimasíðunni Akureyrarbæjar og ég segi þá fundi slitið 16:16. Takk fyrir góðan fund.